Hingað kominn úr Mosfellsbænum, Elías Pétursson, hann framkvæmdastjóri, verktaki. Þú hefur ekkert mikið verið í þjóðmálaumræðinu svona virkur, sko, en þú hefur verið að pæla ýmsa hluti og við ætlum að fara yfir svona hluti sem þú hefur verið að setja fram og það eru hugleiðingar þínar já, bara hvernig svona tekjustaða íslenska þjóðarbúsins sé og horfurnar hjá okkur. Sko, ég settist niður og fór að safna saman upplýsingur sem að eru svo sem víða á þessum heimasíðum ráðuneyta og þess háttar og þegar að menn að tala alla skuldirnar okkar og vaxtabyrði og annað þá get ég ekki, ég fæ það ekki til að ganga upp að við séum að fara að borga neitt mikið allavega. Ég held að einhver eftir að verða mjög reiðir við okkur. Við erum með skattatekjur sem eru, það þarf að margfalda með 15, með 30 held ég til þess að verði að skuldum sem voru áramót. Aha. Og við erum bara einfaldlega með svo lítið hagkerfi, ríkishagkerfið svo lítið, að ég held að sé ekki að ráða við allt sem við erum að tala Og þú ert að meina að þær skatttekjur sem munu koma hér inn í framtíðinni, eða á næstu árum séu svo litlar, að þær geti staðið undir mjög litlu? Það geti ekki staðið undir því sem við erum allavega að lofa og tala það er bara geta það ekki. Nei. Það er einfalt, það er 360 og eitthvað, 400 milljarðar heildartekjur hérna. Það eru allar tekjurnar sem við höfum. Já. Og það er, 215 milljarðar búið að ráðstafa í laun. Aha. Við erum með, það eru ekki, við eigum ekki og getum ekki, nema þá að fara að lækka laun hjá ríkinu eða gera einhverja stóra hluti. Já. Við erum með 153 milljarða tap á ríkissjóði núna. Já. Við ætlum að vera með 160 milljarða að lágmarki næstu 2 ár. Aha. Og bara vaxtagreiðslurnar af því að þá að fjármagna það innanlands, þannig að vaxtagreiðslurnar af því eru stærri upphæð heldur en bara þær við getum ekki borgað þær. Já. Nema þá að skera niður, það er verið að tala að skera niður þá ríki bara 25% eða eitthvað þess háttar. Já. En þetta í rauninni svona eiginlega sá grunnur sem að stjórnmálamenn næstu ára hafa til að standa. Já. Og ég held að það sé einfaldlega verið að segja okkur hérna bara rangt og það sé ekki verið að segja okkur hvað kreppan verður djúp. Já. Það sé bara þannig að það sé ekki verið menn ætla að fara í gegnum kosningar eða eitthvað og koma svo og segja okkur að þetta sé miklu verra heldur en nokkuð maður sagði. En við lítum á hlutað eða svona sambandið milli gjaldanna og þessum að við ætlum að reyna að standa undir. Það bendir allir að niðurskurðurinn þurfa að vera blóðugur og það dugir ekkert að kroppa í bara svona hér og þar. Nei, það verið að tala 25% bara fyrir vaxtagjöldum. Verið að tala 25% niðurskurð. Já. Sem þá, það verið að tala 25% af launum, það verið að tala 25% rekstri stofnana eða fara að skera af hluti sem að við teljum ekki vera algjöra absolút nauðsyn. Aha. Og það alveg hellingur til inn í fjárlögum sem hægt að skera af. Já. En einhvern veginn þá, ég hef líka á tilfinninguna, menn hafa ekki vilja að ræða þetta, það sé miklu einfaldara að ræða alls konar aðra hluti sem að eru svona betri og skemmtilegri. Já, að stjórnmálamenn að sé verið að beina umræðinu, inn á aðra hluti. Já, en við erum þá að tala alveg, miðað við þessa tölu sem þú ert búin að finna út og ég veit að þú ert búin að bera þetta undir menn, sérfróða, að þá erum við að tala svakalegan halla. Já, við erum að tala á, næsta ári gefin upp, eða þessu ári gefin upp 153 milljarða halli. Já. Og bara til að borga þann halla, að þá erum við nú að tala enga smá upphæðir ef við ætlum að borga það af fjárlögum. Við erum búin að lofa því að vera 2012 orðin hallalaus. Sem að þýðir þá einfaldlega að það bara vera búið að ná honum niður. Já. Það ekkert flókið. Það í samkomulagi okkar við það er bara EMF, við bara sömdum það og lofum að ná honum niður. Aha. Þannig að við ætlum að skera niður á næsta ári, það líka gefið upp að það verði og það má taka það fram að ég ekki þegar ég með þess að 153 og allt það, það ekkert farið að tala EMF, aðstoðina, kostnaðan af henni, iSave eða neitt af því. Nei. Það ekki inn í þessu. Þú ert ekki búin að reikna það? Nei, það bara einfaldlega ekki inn í þessu, þá bara eftir að bætast ofan á. Já. En er þá ríkið að spara? Nei. Eins og maður skildi búast við? Fjárlög og aftur tekið af heimasíðunni þeirra. Að fjárlög fara upp 19% frá því í fyrra
miðað við sem sagt, það þá heimildir sem þá, að þegar ekki búið að gera ríkisreikningina, þá er það bara inn í fjárlögin síðustu með aukafjárveitingunum og því. Já. Við erum að fara upp 40% frá því 2007. Aha. Með öðrum orðum, við erum bara með eyðslufjárlög núna. En þá í gangi? Partíið bara ekki búið. Já. Það bara þannig að við erum bara, núna erum við bara að eyða fullt af peningum. Aha. Og ég skil alveg að menn vilji reyna að halda einhverju lífi í mörgu, en ég held að þurfi að taka miklu harðar á. Já. Af því við höfum bara 2009, 10, 11 til að gera þetta. Já. En svo bara spurningin, sko, hvernig mun sko hagkerfið standa undir þessu? Atvinnulífið, það þarf að náttúrulega koma tekjunum í landi, það þarf að, og náttúrulega hvað ríkissjóð varðar, þá eru skatttekjur algjört lykilatriði. Já, sko það sem allavega framundan, held ég, það eru atvinnulausir 15 til 25.000 og það augljóst að, mér skilst reyndar, ég heyrði það, ég hef ekki staðfest að atvinnutryggingasjóður tæmist áramótin næstu, sem að þýðir þá að ríkið þarf með að fara að borga atvinnuleysisbæturnar. Aha. Núna það 2,1 milljarður held ég á mánuði, sem sirka 3 mislæg gatnamót á mánuði sem verið að borga í þetta. Já. Hagkerfið í algjörum haggangi, sem að þýðir það að það verður lækkun á skatttekjum. Eldri kröfur innheimtast ekki, það mikið gjaldþrot og tómt vesen. Innflutningur minnkar, þannig að vörugjöld og þess að það munu bara verða fall í því líka. Fall bæði í neyslusköttunum og í tekjusköttunum. Þegar fólki missir vinnuna og þegar fólk náttúrulega launið þess lækka og yfirvinna lækkar. Og það hefur bara gefn á því að fara í kringluna og það bara svoleiðis. Og síðan á eftir að gera upp uppsafnaðan offjárfestingavanda fyrirtækja og einstaklinga, sem við erum byrjuð að sjá hlut af því. Aha. Bankarnir að vera að koma í ljós að þeir eiga kannski 1/3 upp í kröfur. Og síðan hlutir eins og það að núna fyrirtæki og einstaklingar borga 25-30% í vexti. Sem sagt verðtrygging plus þessir standard 10% vexti sem að bankakerfið að rukka. Það augljóst að þegar þú ert að borga það, þá ert ekki að borga eitthvað annað, það allavega alveg á hreinu. Ef þú nærð að borga vextina. Og það búið að gefa út að skuldir, til dæmis það kom frétt á RÚV, þar sem var að tala að skuldirna væru 15.650 milljarðar hjá öllum, þar að væru einstaklingar sem skuldu allt upp í 6 milljarða. Þetta hópur sem skuldar það mikið, hann mun ekki gera neitt annað en að vera gerður upp, sko. Nákvæmlega. Og það glatast þeir peningar, hvort sem menn halda að það hafi verið loft eða hvað, að það allan að peningarnir að glatast. Og þá fór ég að velta því fyrir mér. Hvort atvinnulífið getur nú eitthvað hjálpað, og það mikið talað um það að atvinnulífið ætti nú, en þá búið að finna það út að atvinnulífið skuldar einhverja 5.500 milljarða cirka. Það eiginlega hættur að velta fyrir sér aukastöðum í þessu. En vaxtakostnaðurinn af því 670 milljarðar. Heildarvelta í virðisaukaskildri starfsemi á Íslandi núna, í fyrra var hún tæpir, 2007 var hún 2.287 milljarðar. Giska 2.500 núna, þetta ekki búið að gera það upp. Það 27% af veltu fara beint í vexti. Það engin leið að fyrirtækin muni í rauninni geta lagt neitt að mörkum. Alveg í besta falli að þá verður það þannig að þau þurfi ekki á mikilli hjálp að halda. Sem aftur kemur því að ríkið eiginlega getur ekki veitt neina hjálp. Því að það á hausnum líka, sko. Og þá erum við komin að sjávarútveginum. Þá fór ég að velta, sjávarútveginn, því að hann nú undirstaðan, segja sumir. Sko það eiginlega sama, það talað þar mjög á reiki reyndar, að skuldirnar séu 500-900 milljarðar. Með að sömu forsendur í skuldadreifingu, erlend innlend og þess aftur eins og í atvinnulífinu, var gefið upp. Það voru 72 milljarðar þar sem vaxtakostnaðurinn aftur. Og við erum ekki að tala um afborganir, við erum bara að tala um vextina. Að í 2008 var áætlað að útflutningsverðmæti einhvers staðar í kringum 170 milljarðar. Með öðrum orðum, 72 milljarðar af öllu útflutningsverðmæti okkar fara bara í vexti. Og það eru þá 100 milljarðar eftir til að borga laun, olíu, fjárfestingar, kvótan og allt þetta sem að þarf. Þetta ekki hægt.
Ég allavega. Já, þú hefur rekið fyrirtæki, þú hefur reknað þetta eins og af því. Og ég bara vona að einhver geti hrakið þetta allt saman hjá mér vegna þess að þetta er miklu verri staða heldur en okkur hefur haft kjark til þess að segja okkur. Já. Og þetta hefur verið fundið út með því að fara bara inn á heimasíður ráðherranna, allt opinber gögn og allt upplýsingar sem eru þaðan. Það skal þó sko tekið fram að það eru hvergi ekki einni heimasíðu. Eru reynt að nálgast að taka allt saman og búa til eitthvað úr því. Lesmálið og skýrslurnar og allt það er nokkurn veginn eins og að sko hugmyndasmiðir útrásarinnar og hagfræðingar hefðu samið að það er eiginlega ekki hægt að skilja það. Já, en sko það sem að þú hefur, ég veit að þú hefur áhyggjur af, er það að við erum stödd í þessari afleitu stöðu, skuldu og mjög litlar tekjur á komin til að standa undir þessu velferðarkerfi sem við höfum hérna, heilbrigðiskerfi, öllu því sem við erum vön og teljum sjálfsagt og að meðan fer pólitíkin í einhvers konar Lúxusumræðu, segir þið. Já, ég fæ ekki annað þegar að staðan er svona að þá förum við að tala um alls konar og ég bara spyr að því, höfum við efni á stjórnlagaþingi sem kostar 600 milljónir ásamt og öllu þrasinu og vesinu sem verður í kringu það. Getur verið að menn þurfa að taka svona hluti núna út fyrir sviga og fara að ræða þessi raunverulegu mál, bara hvort við ætlum að borða á morgun. Því að það, lýðræðið er ekkert mikils virði ef þú átt engan pening, skuldar öllum allt og hefur ekki að borða. Þá verður það lítils, án þess að ég sé að kasta rýrð á það, en það einhvern veginn verður léttvægt. En þér finnst að stjórnmálamennirnir séu ekki að horfast framan í vandann eins og hann? Þeir eru ekki að því og ég jafnvel vill halda því fram að þeir séu beinlínis að beina umræðunni annað til þess að þurfi ekki núna, sérstaklega eftir þessar sviptingar sem hafa verið undanfarið, að taka á og ræða þennan raunverulega vanda sem er einfaldlega það hvort við ætlum að eiga að borða á morgun. Elías, ég þakka þér fyrir að koma. Þetta er kannski ekki bjartsýnt hjá okkur en við skulum... Við eigum alveg séns, við höfum bara að tala um þetta og taka á þessu. Já, þakka þér fyrir. Við ætlum reyndar að tala um stjórnarskrá aðeins og eftir og svo fáum við Ragnar Önundarson hér í lok þáttarins.